wäre fun. Já, komið sæl. Það hefur verið nokkuð milt hjá okkur undanfarna daga og það áttu nú við í dag einnig. Hiti fór hæst í tæp 9 stig á suðvesturhorninu og svona víðaskora láglendi var nú frostlaust meira og minna í allan dag. Kannski ekki alveg sama sagan að nætulegi, en það komin inn í desember. En það þó að fara hallenda fæti hjá okkur hvað varðar hitafarið þegar það líður á vikuna því að við sjáum hér í yfirlitskortinu að við erum með lagðir hér að hringsóla suður og suðaustur í hafi og þar muni gera það áfram. Ef eitthvað aðeins norðlægari þáttur í vindinum á morgun sem á næstu daga og það opnar þá að streymi hér kalt loft til suðus yfir landið. Þannig að við munum sjá svona hnignandi hitatölur og við sjáum þetta kannski svona enn fremur á hitasviðinu. Nóga köldu lofti hér fyrir norðanland sem að skríðu hér til suðus og svona allan að megni að þessari viku verður nú svona nokkuð köld af þeim sökum. En á næstsviðina þá eru nú þétt þrýstilinu yfir landinu og við fundið alveg vel fyrir þessum vindi víða land í dag og sérstaklega hér suðaustan til það sem gul veðurviðvörun og hún rennur út nú eftir miðnætti en þar aðalega verið að vara við hviðum þar sem vindur stendur af fjöllum og við sjáum að það svona norðaustan átt í þessu og sæmilegur vindstrengur yfir landinu og svo sem litlar og hæga breytingar á því til morguns nema hvað vind átt verið svona eilítið norðlægur og það hleypir að þurrara og kaldara lofti þó vissulega séðan ekki það þurft að úrkoma sem fellur hér þá norðausturhorninu það verður dáguð úrkoma á köflum. En klukkan 14 á morgun verður staðan á þessa leið, hitatölur svona 2-4-5 stig hér sunnan til en komið í kringu frostmarkið fyrir norðan og væntanlega svo úrkoma sem fellur hér á norðausturhorninu verður að mestu leyti þá slita eða snjókoma. En semmilega bjart veður víða hér vestan til á landinu og síðan breytast hlutinu ekki svo ýkja mikið frá þriðjudegi fram til miðvikudag sem við sjáum hér, það svona hótar hér bakki að koma hér inn á suðvesturhorni en virðist nú alltaf svona sigla hjá að mestu leyti, þannig að það þyknar aðeins til tíma, eftir síðan aftur til hér á suðvesturhorninum og við tökum líka eftir því að vindatölur svona aðeins orðnar hægari í þessu korti og hitatölur svona almennt séð komin í kringum frostmarkið að hádeginum og ég tek fram að þessi hitatölur sem ég birti í þessum kortum eru vanalega svona hámarks hitatölur dagsins. Bjart veður að mestu leyti á vestur helmingi landsins en skýjað fyrir austan og úrkoma þar svona á köflum og þetta getur eitthvað dreift úr sér vestur eftir með norðurströndinu og jafnvel inn á norðanverða Vestfirði. Og frá miðvikudegi síðan til fimmtudags að þá gerist nú ekki svo ýkja mikið í þessu sem við sjáum litlar og lítið afgerandi breytingar á milli daga hjá okkur og í hádeginu á fimmtudaga þá sjáum við að það jafnvel dágott frost í innsveitum hér sunnan og vestan til skýjað mestöldin á norður og austurlandi og eitthvað getur áfram snjóa lítilega þar svona slitrótt úrkoma og snjókoma þá að mestu leyti. Og áframhaldi verið þetta að vera svona nokkuð megin eins þá á föstudag og jafnvel eitthvað inn á næstu helgi. En hvað varðar veður þá í Evrópu þá nú þessar lægðir sem að dæla hér köldu norðanlofti yfir okkur og þær eru með svona suðlægari vinda í Evrópu og við sjáum að það ber þess merki víða í vesturhluta Evrópu spáir rigningu til að mynda í Noregi og Svíþjóð og skúralegum á Bretlandseyjum og þær dreifa sér alla leið suður á Íberíuskagann. Ágætisveður austandreiður í álfunni en þó svona nokkuð óstöðu svæði hér við Adríahafið sunnanvert og suður Ítalíu og þegar við leitum aftur vestur þá sjáum við helst að sjá svona austurströndin á Spáni þar sem við ætlar að verða sæmilega þurrt og jafnvel bjart en öðru leyti skúraleiðingar nokkuð víða.
getur einnig gerð skúrir á norðan til á Kanaríeyjum en ef við förum síðan í lokin hér til Norður-Ameríku þá sjáum við að það er kalt í suðurríki Bandaríkjanna, þykir nú ekki merkilegt þar að vera í 4-10 stiga hita í Memphis og Atlanta en veturinn vissilega komin heim þá í Kanada og þar snjóar nú víða miðbik landsins á morgun. Ég sem þetta gott að vera í dag, verið sæl.